Heimahleðslustöð. Helsta hleðsluleiðin fyrir raf- og tengiltvinnbíla er heimahleðslustöð. Þegar heimahleðslan er sett upp, verður að fá löggiltan rafvirkja til verksins. Hann gefur ráð ákjósanlegustu staðsetningu heimahleðslustöðvarinnar. Heimahleðslustöðin er einföld í notkun. Byrjað er á að drepa á bílnum. Tenglinum á heimahleðslusnúrunni er stungið í samband við bílinn. Fyrst kemur gult ljós og þá er beðið eftir því græna. Leið og græna ljósið birtist er bíllinn byrjaður að hlaða. Við innstunguna eru takkar sem ekki þarf að eiga við ef hlaða á bílinn strax. Alla jafna tekur 8 klukkustundir að fullhlaða rafmagnsbíl í gegnum heimahleðslustöðina. Það tekur 2,5 tíma að fullhlaða Golf GTE og Passat GTE. Raf- og tengiltvinnbílum fylgja einnig hleðslusnúra sem stinga má í samband við venjulega heimilisinstungu. Áður en snúrunni er stungið í samband þarf að gæta að því að kveikt sé á henni. Full hleðsla rafmagnsbíla í gegnum venjulega heimilisinstungu tekur alltaf 13 klukkustundir. Það tekur 3,5 klukkustund að fullhlaða Golf GTE og rúmar 4 klukkustundir að fullhlaða Passat GTE. Vegna öryggis og eldhættu ber að varast að nota fjöltengi og framlengingarsnúrur þegar hleðslusnúran er notuð. Hleðslusnúran er hugsuð til vara en ekki sem aðal hleðsluaðferð. Volkswagen mælir eindregið með því að notuð sé heimahleðslustöð. Ítarlegri upplýsingar má finna á hekla.is/rafbílar.